Nú ætlum við aðeins að kíkja á námundun. Áður en við getum farið að námunda, þá þurfum við að vita hvað sætin heita. Og sætin heita, þetta hérna er einingasætið, tugur, hundruð, þúsund, tugþúsundir og hundruð þúsunda. Svo er þetta tíunduhluti, þetta er hundraðshluti og þúsundastihluti. Ég skrifa þetta svolítið hratt. Það er algjörlega vonlaust að ætla ekki stunda eða reyna námundun yfir höfuð án þess að kunna þetta. Því að það sem við gerum, ef ég á að námunda að til dæmis einingu að heilli tölu, þá er það þessi tala hér. Og þá er það sem ég geri, þá held ég fyrir næstu tölu fyrir aftan og horfi, er hún 5 eða hærri eða þar fyrir neðan. Þessi tala er hærri en 5. Það þýðir að þegar ég námunda þessa að heilli tölu, þá hækka ég hann einan. Það er vegna þess að þetta er 0,7, þessar tölu skiptir engu máli. Og nóg að horfa bara á næstu tölu fyrir aftan. Þessi tala er nærði að vera 7 heldur en 6. Ef ég hins vegar ætlaði að námunda að tug, þá er það eins, þá horfi ég á þessa og hún er hærri en 5, þá hækka ég. Ef ég ætlaði til dæmis að námunda þetta að hundruðum þúsunda, þessari hér, þá kíkja á þessa hér, hún er lægri en 5, þá hækka ég ekki. Og þá myndi ég fá bara 100.000, en af því að ég verð alltaf að fylla inn í, ef ég er að námunda að einhverju stærð sem er hérna megin við komuna, þá er ég alltaf að fylla inn í með 0. Við skoðum það eins og eftir. Við skulum kíkja á dæmið, námundaða heilli tölu, heil tala er þetta hérna sæti, einingasætið, og ég á að námunda og ég kíkja á held fyrir næstu tölu fyrir aftan, svo kíkja ég, hún er 3, er það hærra eða lægra en 5, það er lægra, þess vegna er svarið 1, og þetta er í raun nærði að vera 1 heldur en 2. Sama hér, held fyrir og kíki, þetta er 9, það er hærra en 5, þá hækkar 3 upp í 4. Held áfram, hérna skiptir engu máli, þessi 5 skiptir engu máli, ég horfi bara á 8, held fyrir og kíki, þetta er 8, það er hærri en 5, þetta hækkar upp í 7, en þetta nærði að vera 7 heldur en 6. Og síðasta dæmið, hér kíki held fyrir næstu tölu fyrir aftan komuna, hún er 4 þegar ég kíki, það er lægri en 5, það þýðir að þetta námundast upp í, eða niður í 14 réttara sagt. Sambærileg dæmi, 10. hluti er það sem að er næsta sæti fyrir aftan komuna. Þannig að ég ætla að horfa, nú er ég ekki að halda fyrir þetta, því að þetta er það sem ég ætla að námunda. Þá held ég fyrir næsta fyrir aftan. Og það er í þessu tilfelli 9, þannig að þetta hækkar og 0 hækkar þá upp í 1 og þá er svarið mitt 3,1. Hérna held ég fyrir, kíki, það er 3, þá hækkar þetta ekki. Og þá þarf ég að skrifa 0,0 til þess að sýna að ég hafi námundað þetta að 10. hluta. Það er ekki nóg að skrifa bara 51 hérna. Og að lokum hérna held fyrir, og það er 5 sem ég held fyrir og kíki, 5 er akkurat á miðjunni og það hækkar. Þannig að þetta er 613,1. Og að lokum ætlum við að námunda að 100. 100. sætið er þetta sæti hér, sæti nummer 1, 2, 3 frá komunni. Og ég held fyrir næstu tölu fyrir aftan, hún er 6. Það þýðir að ég þarf að hækka upp í 4. Ég má ekki svara bara 4, þetta eru 400 og ég verð að fylla inn í með 0 að komunni sem er í raun og veru hér þó hún sé ekki skrifuð. Sama hér, held fyrir 5, kíki,
Þetta þarf að hækka upp í 3. Ég verð að hafa þennan eina fyrir framan því ég verð að hafa allt sem er á undan í tölunni og gerir svo 0 fyrir restina og þetta í raun nær 1300 heldur en 1200. En hér erum við í vanda því hér engin tala í hundraðasætinu en það samt tala næst fyrir aftan töluna sem ætti í raun að vera hér. Hún 5. Það þýðir að það hækkar úr þá 0 af því það engin tala hérna í 100. Og þetta nær 100 heldur en 0.